Góðan daginn og velkomin á samkomu hér í dag. Rosalega gaman að sjá okkur. Við ætlum að lofa Guð, við ætlum klárlega að gera það. Við ætlum að hlusta orð hans á eftir og við ætlum að fara breytt hérna út í dag. Má ég heyra amen? Þetta dásamlegu dagur þó aðeins sé svona svekkelsi í sólarmálum, en sólin í hjartanu og við leitum bara þangað á meðan. En við ætlum að rísa á fæti og við ætlum að biðja Guð um að vera með okkur hér í dag. Heilagur Drottinn, ég þakka þér fyrir náðina og miskunn, ég þakka þér fyrir trúfestina, ég þakka þér fyrir að þú ert hér með okkur í dag, Drottinn. Ég bið þess, Drottinn minn, að þú mættir vera með okkur þegar við lofsyngjum þig í dag, Drottinn, þegar við lyftum upp þínu nafn, að þú mættir mæta hér á meðal okkar, Drottinn, og snert okkur til anda, sálar og líkama, Drottinn. Hjálpa okkur, Drottinn minn, að vegsama þig allstaðar sem við erum, Drottinn minn, og gefa þér dýrðina og okkar lífum, Drottinn. Ég þakka þér fyrir trúfestina, Drottinn. Ég þakka þér fyrir þegar orð þitt verður talað, Drottinn minn, að það mun bera ávöxt í okkar lífum, Drottinn. Ég þakka þér fyrir trúfestina og ég bið þess að þú mættir vera með okkur hér í dag. Í þínu heilaga undursamlega nafni, amen. Og endilega verið með okkur í lofgjörð. Syngið þið með og lofið Guð með okkur. Herra
Dísi Guði, halleluja. Hvernig var aðeins að rísa á fætur og bara lyfta höfðum okkar upp, lyfta höndum okkar upp og horfa á Jesú í smástund. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig, Jesús. Ég lofa þig, Drottinn minn. Ég þakka þig, Drottinn minn, því að þú sannarlega heilagur, Jesús. Þér Drottinn minn, Jesús. Þú ert heilagur og við nálgumst þig, Drottinn minn, í gegnum blóð þitt, Jesús. Og ég þakka þig fyrir það, Drottinn minn, að þú komst og þú dóst fyrir okkur. Drottinn, þú dóst fyrir syndir okkar, þú dóst fyrir sjúkdóm okkar, þú dóst fyrir allt það sem við erum að gangi í gegnum, Drottinn minn, og þú sigraði það, Drottinn. Og þú situr núna við hægri hönd föður þín svo þú ert að biðja fyrir okkur. Drottinn, ég biðji Jesús að snerta við einum og sérhverjum hér í dag, Drottinn minn, þegar við nálgumst þig, Drottinn. Við opnum hjart okkar fyrir því sem að þú vilt gera í dag, Drottinn. Og ég segi við þig, Drottinn, verði þinn vilji en ekki minn. Og ég auðmýki sjálfa mig undir þína voldugu hönd, Jesús. Halleluja, halleluja. Ég hef upplegað svolítið í vikunni, það búið að vera eitthvað rosa sérstakar árásir í vikunni, við vorum að tala þetta ég og Guðmundur hérna fyrir samkomuna. Ég er búin að vera veik þessa viku og ég einhvern veginn, við vorum að ferðast í gær, ég kem aðeins inn á þetta eftir þegar ég predika. Og við ákomum að setja bara Markus og Guðspjall á og hlusta bara Markus og Guðspjall. Og við vorum að hlusta á Biblíuna, þú veist, í örugglega 1,5 tíma, þetta var langur rúntur. Og vá, þvílíkur kraftur, út af því að krafturinn okkar, lausnin alltaf á sama stað, hún alltaf fólkin í Kristi, vinir. Þú veist, við erum ofta að leita langt yfir skammt, en lausnin bara við fætur okkar. Og vinir, bara leið og við settum á bara, þú veit, orð Guðs, það eins og bara, það rauf bara einhvern veginn, sko, ég veit ekki, gat á himinin. Allt í henni fór hlutirnir að bjartari. Og ég vil hvetja þig og ég vil hvetja mig. Gerum meira af því. Sumir eiga erfitt með lesturinn, en þá getið þið hlustað eins og við gerum. Við settum bara Biblíu appið í gang og við lifðum því. Svo stoppuðum við og við vorum bara að tala orðið og við vorum að útskýra fyrir Gunnar okkar, veistu, hvað máli var. Og vitið það, þetta var magnað, þvílík fjölskyldu stund. Þannig ég hvet okkur öll, vitið það, út af því að tíminn færist nær, að við séum tilbúin, vinir, að við séum ekki bara borðandi eina samloku í viku á samkomu, heldur að við séum tilbúin okkur einasta degi, að við eigum samfélag við Drottinn. Og mér langar til þess að bara kveikja í okkur í dag, að við mættum gera einmitt það. Og ég trúi því að Guð vilji vekja okkur upp. Hann vill búa til fólk sem hann vill móta fólki sitt, að við séum vakandi og við séum biðjandi. Vinir, það þýðir ekki að við sofum ekki á nóttunni, það þýðir bara að við séum vakandi í anda okkar, að við séum biðjandi, að við séum móttækilega fyrir því sem að hann vill gera, vinir. Meira honum, minna mér. Það alltaf málið. Þannig að mér langar bara til þess að hvetja ykkur í dag. Opnið hjarta ykkar fyrir Jesú og ekki bara í dag, líka í kvöld, líka á morgun. Njótiði tímans með Drottni og sjá hvernig rætur ykkar farið dýpra og við berum meiri ávöxt. Má ég heyra amen? En við ætlum að taka samskot. Ég alveg búin að ná þessu. Við ætlum að fá hérna djáknana fram. Við ætlum að gefa út af því að það blessun að gefa. Þess vegna gefum við. Út af því að hann hefur gefið okkur fyrst. Halleluja. Hýssi þér Drottinn. Amen. Amen. Þannig ég bara bið fyrir samskotunum í Jesú nafni. Drottinn bless ykkur.
þér Guð. Ætíð geymdu mig, ég gef þér allt sem kært mér Því vinur viljum vera þér. Yndi mitt þú Takk Jesús. Þú drottinn minn, þú einn Jesús upprisin og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér Guð. Þú ert mér
Takk, Jesús. Amen. Hann svo sannarlega nærri hér í dag. Dísi Guði. Hvernig var að gefa þessum snillingum bara gott klapp? Ég get ekki útskýrt hvað ég ótrúlega þakklátt fyrir það að fólk gefi sér tíma til þess að þjóna Guði. Það bara svo ofboðslega mikilvægt. Á tímum þar sem að fólk hefur ekki tíma fyrir neitt nema sjálfa sig. Það gott að fólk gefi tíma sinn og til drottins. Má ég heyra amen? Amen. En við ætlum að fara í orðið og ég ætla bara að tala svolítið bara frá hjarta mín í dag. Svona ýmsar hugleiðingar sem búin að vera svona þú veist, að gerjast í mér síðustu daga og en það svona hefð fyrir því áður við förum í orðið að það sé beðið. Og Guðmundur, ég ætla að beða þig að biðja fyrir orðinu. Þannig að bara, ef þú getur komið hérna fram, Guðmundur minn, yndislegu bróðir, þakka fyrir Guðmund. Já, heilsa ykkur í Jesú nafni. Kæri Jesús, ég þakka fyrir náðinn og miskunnina, kærleikaðinn, trúfestinni. Ég þakka fyrir blóðið sem rann á krossinum á Golgata, blóðið sem hjálpar okkur Jesús. Blóðið sem þvær syndir okkar Drottinn minn, blóðið sem við eigum að nota. Þú gafst okkur til þess að nota Jesús. Ég bið fyrir orðinu, ég bið að blessa Sibbu Drottinn og ég bið fyrir þessu lifandi orðið, að vera lifandi hjarta okkar Drottinn minn, að vera þvegi í blóðið þínu Jesús, að megi vera verkandi þegar við förum hérna út Drottinn minn, dag frá degi, mínútu frá mínútu, klukkustund frá klukkustund Drottinn og þú gefur okkur kraft og styrk til að standa Jesús á þínu lífi Jesús. Í Jesú nafni, amen. Amen. Og mér langar til að tala nákvæmlega þetta. Hvað blessun? Fór aðeins inn á þetta daginn varandi fyrirgefninguna. Og þú veist að við eigum að elska óvin okkar og við eigum að blessa þá. Bara, þú veist. Hvað blessun? Og ég var að tala við vini mína í síðustu viku. Bara yndislegt trúa fólk. Og við vorum einmitt að tala þetta, blessun. Það eitthvað rosa skrítið samtina. Okay. Og ég held að við mannfólkið skilgreinu blessun aðeins öðruvísi en Guð skilgreinu blessun. Skulum bara byrja þar. Við sjáum fyrir okkur bara Drottinn, viltu gefa mér pening, hjálpa mér að vinna í lottói og það blessun. Þið vitið, bara eitthvað svona áþreifanlega blessun. Og jú, vissulega geta peninga verið blessun, ég ekkert að tala móti peningum, en ótímabær blessun í rauninni bölvun. Og Biblían sýnir þetta okkur trekk í trekk. Guð hefur nefnilega áhuga á að blessa líf okkar. Og boðun Guðs þegar hann skapaði mannin var farið út og margfaldið ykkur. Þannig að það þessi margföldunar áhrif, það bara guðlegt. Við eigum að bera mikinn ávöxt. Og okkur á að vegna vel. Það bara klárt mál þannig, okkur á að vegna vel. En það sem kannski skiptir mestu máli í þessu samhengi að sál okkar vegni vel. Að við séum andlegt fólk. Og Drottinn mjög mikið fyrir það að blessa okkur með alls konar kringumstæðum sem gerir það verkum að við þroskumst og getum þá betur tekist á við þá blessun sem hann hefur fyrir okkur. Og við vorum einmitt að tala þetta, ég og þetta vinafólk okkar, að við allir og vinafólk okkar. Og við vorum einmitt að tala varandi bara fjárhagslega blessun. Og okkur reiði bara ágætlega fjárhagslega, mér og alla. En það út af því að þegar ég var ung, þá klesti ég bílinn minn og hann var ekki kaskotryggður. Mjög dýrmæt lexía fyrir mig. Ég þurfti að taka lán og það var þannig að það bara tók mig nokkur ár og þegar ég og Alli giftum okkur, þá byrjuðum við á því að greiða niður minn yfirdrátt. Mjög andleg predikun, þið komist að því á eftir. Ég að tala yfirdráttir í dag. En það sem að gerist það að ég einsett mér og kom mér aldrei aftur í þessa stöðu aftur. Og svo
var ég deildarstjóri í Vodafone og fór að vinna í banka, deildarstjóri þar líka. Og svo fór ég hingað, svona eðlilegt framhald. Nei, ég segi svona. En það sem að gera það verkum ég sá svo mikið af fólki sem að bara var að gangi gegnum erfiða tíma út af því að það tekið rangar ákvarðanir, skiljiði. Fólk sem var kannski búin að skuldsetja upp yfir rjáfur og við Íslendingar erum ofboðslega mikið þannig. Við þurfum að læra svolítið að betur í reynslu því miður. Og Jesú, drottinn Guð, hann hefur svo mikið áhuga á okkur og hann vill blessa líf okkar. En hann vill blessa það með tvenns konar hætti. Og þess vegna skiptir ofboðslega miklu máli, vinir, að við tökum allri blessun sem að Guð vill fyrir okkur, hvort sem hún óþægileg eða þægileg, og við lærum af henni. Og mér langar til þess að fara í nokkra punkta sem að kannski staðfesta aðeins það sem ég búin að vera að segja núna. Og fyrst og síðast kannski þetta, við eigum að bera mikinn ávöxt. En hvernig berum við ávöxt? Og í Biblíunni þá talað mjög mikið okkur sem andlegt tré. Við erum sem andlegt tré. Og við sjáum þessi stæðu fallegu tré, mestmegnis erlendis, út af þau eru fá hérna á Íslandi sem eru stór og mikil. En þessi stæðilegu tré, þau eru alveg bara ótrúlega fallega oft á tíðum, standa hátt og gríðarlega, umfangsmikil oft á tíðum. En það sem við sjáum ekki, það eru ræturnar sem að fara niður. Og tré verður aldrei stöndugt né stæðilegt nema rætur fari niður. Og ég vil meina það að það sé mynd fyrir okkur í dag. Og það hefur með karakter. Við vitum að tré vex á næturnar. Við vitum það að við getum í rauninni ekki vaxið í drottni nema við séum reynd. Sannleikurinn, alltaf þegar sannleikurinn fer út, þá mætir hann mótstöðu. Þú stækkar ekki vöðva nema að lyfta þungu. Það þarf að vera mótstaða. Þú ert ekki að fara að verða betri eða sterkari nema að mæta mótstöðu. Það þarf alltaf að testa það orð sem að Guð hefur gefið þér. Það bara hluti af því að þroskast í Guði. Stigvaxandi nefnilega. Annað sem að fólk áttar sig ekki á oft á tíðum þetta. Ræturnar fara niður í storminum. Þegar vindur blæs, þá fara rætur neðar. Það í rauninni leið trésins að halda velli. Þannig fara ræturnar niður. Og oft á tíðum erum við sem kristið fólk, við erum alltaf að biðja Guð blessun innan gæsalappa. Blessun. Og ég veit ekki hversu oft ég hef lesið að fólk sem einmitt vinnur í lottóinu eða eitthvað slíkt og nokkrum ári seinna þá viðkomandi gjaldþrota. Það út af því að ótímabær blessun bara engin blessun. Ef þú ert ekki með karakter sem veldur blessun Guðs, þá blessun ekki blessun. Og vinir, þetta lykilatriði. Að leyfa Guði að eiga við karakterinn okkar. Ekki vera bara eins og lauf í vindi, eitt í dag, annað á morgun. Hérna í dag, farin á morgun. Og vinir, hann hefur svo mikinn áhuga á þessu og ég ætla að nefna eitt dæmi. Þegar börnin mín voru 10-11 ára, þá var mikið talað bílpróf heima. Hefði ég verið góð móðir, hefði ég bara látið þið fá lyklan á bílnum mínum á þeim tímapunkt og sagt, þetta blessun, vegirnir eru tilbúnir, það allt tilbúið fyrir þig, farið bara út og gerðu þitt. Drottinn blessi þig. Nei, það væri ótímabær blessun. Og vinir, þau eru núna, Gunnar að taka bílprófið, hún komið í bílprófið og þvílík blessun það fyrir hana að fá að keyra bíl. Á réttum tíma. Þegar hún búin að upplifa handleiðslu. Ég verða að skjóta þess einn. Hún var búin að upplifa handleiðslu. Og við erum svo oft þannig að við erum svo langt á undan drottni. Við erum ekki tilbúin fyrir neina handleiðslu sem gerir það verkum að við erum ekki tilbúin fyrir það sem að Guð vill gefa okkur. Handleiðsla, vinir. Að leyfa öðrum til að mynda að hafa áhrif á lífsgöngun okkar.
Út í Bandaríkjunum þetta vel þekkt, fólk sem til dæmis fer inn í Fortune 500 fyrirtækin. Þetta allt fólk sem fær sér eitthvað svona mentor. Og vinir, við vitum það að Jesú að sjálfsög okkar mentor. Við að leita til hans, við að spegla okkur í því sem hann segir og við að læra því sem hann hefur fyrir framan okkur. Og við að gera meira en það, við að umkringja okkur fólki sem hjálpar okkur á þeirri göngu. Og ef að þú ert í kringum fólk sem ekki að hjálpa þér á göngunum með Guði, þá legg ég til að þú finnir þér aðra vini. Það hljómar hart, en þetta svona. Og ég verð bara að segja sannleikann alveg umbúðalaust, út að við förum stundum eins og köttur í kringum heitan graut. Það skiptir máli hverja þú ert með í þínum innsta hring. Það bara skiptir öllu máli. Og Guð gef okkur náð, og ég hef lært þetta svolítið betur í reynslu. Guð gef okkur náð til þess að velja rétt. En eins og ég sagði okkur áðan frá, að þá, við vorum að ræða þetta við vinahjón okkar. Svo vorum við í bíltúr í gær og við ákomum að skella á bara Markusa Guðspjalli og við fórum að hlusta á. Og mér datt í huga að tengja, það sem að Jesús segir við lærisveina sína inn í þessa predikun. Og ég ætla að byrja að lesa hérna í Markusa Guðspjalli í 4. kafla. Ég veit, þetta virkar mjög mikið, 1-20. En það verður bara að hafa það. Aftur tók Jesú að kenna við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum og hann var að stíga í bát og sitja þar, út á vatninu. En allt fólki var á landi við vatnið. Hann kenndi því margt í dæmisögum og sagði við það, hlýðið á. Sáðmaður gekk út og sá. Og þá hann sáði, féll sumt hjá götunni. Fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð, þar sem það var lítill jarðvegur. Og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. En sól hækkaði, visnaði það sökum þess að það hafði ekki rótfestu og skrælnaði það. Og sumt féll á meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kæfðu það. Og það bar ekki ávöxt. En sumt, vinir, sumt féll í góða jörð. Kom upp, óx og bar ávöxt. Það óx og bara ávöxt. Það gaf 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði, hver sem eyra hefur, hann heyri. Og svo kemur aðeins neðar merking dæmisögunar. Og Jesús sagði við lærisveina, þið skiljið eigi þessa dæmisögu. Hann til dæmis talaði ekki eins og köttur í kringum heitan graut málefnin. Hann var bara, þið svo vitlausir. Hann sagði bara sannleikann, þú veist. Og og mér finnst hrikalega oft fyndið. Þetta aðilar sem búin að ganga með Jesú alveg bara í jafnvel 2-3 ár á þessum tímapunkti. Það tók í rauninni langan tíma fyrir þá að skilja hlutina. En þá kemur heilagur andi og hann hjálpar okkur. Þannig að lesum áfram og Jesús sagði við lærisveina, þið skilja ekki þessa dæmisögu. Hvernig fáið þið þá skilið nokkra dæmisögu? Sáðmaðurinn sáir orðinu. Það því á götunni, þar sem orðinu sáð, merkið þá sem heyra, en Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Og þetta hefur maður oftar en ekki tekið eftir. Einn stað sem sáð var í grýtta jörð, það merkið þá sem taka orðinu með fögnuði leið og þeir heyra það. En þeir hafa enga rótfestu. Þeim vantar allan grunn. Þeim vantar alla rætur, vinir. Þeir hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir. Og þegar þrenging verður, og vinir, það verður þrenging. Það munu allir í þessu lífi upplifa einhvers konar þrengingu. Og þá svo mikilvægt að eiga þessar rætur. Að leyfa Guði að eiga við karakterinn okkar. Að eiga ræturnar. Hvert var ég komið? Þeir eru kvikulir og þegar þrenging verður, ofsóknir vegna orðsins, bregðast þeir þegar. Þetta er alvarlegt. Vinir, við erum að upplifa tíma þar sem mikil ofsókn gagnvart orði Guðs.
Og við þurfum sterk bein til að standa á sannleikanum. Og svo höldum við áfram. Öðru var sáð meðal þyrna. Það merkir þá sem heyra orðið en áhyggjur heimsins, tál auðafanna og aðrar gyndir koma til og kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. Hitt sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, taka við því, og vinir, það lykilatriði, taka við því og bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Þannig að það eitthvað við það, við þetta fólk, sem að tekur við því, sem að gjörbreytir öllu. Í dæmisunni talað góða jörð. Og vinir, ég er sannfærð það að þegar Guð að eiga við fólk í hjartanu, þá breytist viðkomandi. Harðnaða hjartað, til dæmis. Ég sé svolítið á því bara hvað fólk Guð að gera í lífin fólks, hvernig þau eru dagstælega. Er þetta mjúkt? Er þetta hart fólk? Þú veist, mýkti nefnilega frá þessum ávöxtum andan sem kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi, ykkur símarhringja. Allt í góðu. Þetta kemur fyrir á Bestibæi. Og ávöxtinni verða nefnilega ábyrrandi. Þú getur ekki falið ávöxtina. Þannig að þegar þú ert í Guði, þá koma ávöxtir. Og þeir eru í þessu formi, það kærleikur, það gleði. Vitið það, fólk sem brennandi í Guði svo fullt af gleði. Það bara frjálst, það óháð, það glatt, það auðvelt að fara og biðja viðkomandi aðstoð eða eitthvað slíkt. Þetta öðruvísi fólk. Það á vera ábyrrandi. Vinir, en þetta kemur ekki bara út af engu. Þetta kemur þegar Guð fær að hafa áhrif á hjartað okkar. Hann fær að hafa áhrif á karakterinn okkar. Hann fær að hafa áhrif á það hvernig við lifum lífin okkar. Og vinir, þar þurfum við að taka svolítið til okkar út af því við erum með kristindómi bara svona, þú þarft ekki að gera neitt, þú þarft ekki að, bara vertu eitthvað neginn. Það ekki alveg þannig. Það ekki þannig. Vinir, við opnum dyrnar að hjarta okkar. Við þurfum alltaf að taka skref á móti Guði og þá tekur hann skref á móti okkur. Það eitthvað mikið að gerast þarna. En þið heyri hvað ég að segja. Vinir, við þurfum að taka skref á móti Guði og þá tekur hann skref á móti okkur. Við þurfum alltaf að taka trúaskref og við þurfum að hleypa honum inn í innstu fylgsni, hjarta okkar. Það skiptir svo miklu máli. Og við spyrjum okkur, af hverju þetta svona? Jú, út af því að það með reynslu, það með þessari, það sem að Guð setur í veg okkar, verkefni lífsins, sem að kemur svolítið í ljós hvað þú átt. Og vinir, mjög margir, þegar reynslan kemur, þá bara þurrar fólk upp til grunna. Það á ekki neitt. Það á bara 3 hey og hálf og nóg af eldi við, virðist vera. En vinir, gullið bara hreinsað með eldi. Þú verður að hafa eld til þess að hreinsa gullið og gullið alltaf mynd upp á orð Guðs. Eldur. Það verður að vera eldraun kringum staðnana. Þá kemur í ljós, þá orð fór það í góðan jarðveg. Og ef það fór ekki í góðan jarðveg, hvernig getum við orðið góðu jarðvegur? Með því að teiga af lindinni. Með því að leyfa lindinni að mýkja upp jörðin okkar. Og hver lindin? Það orð Guðs. Það orð Guðs að vera í bæninni, að vera í orðinu, að leyfa honum að hafa áhrif á okkur. Og vinir, í dag, þá bara tími fyrir allt annað virðist vera en að koma samkomur eða þá að vera í orðinu. Gefum okkur tíma. Gefum okkur tíma. Og ég get alveg sagt ykkur í gær, þetta var svo mikið blessun að hlusta á þessa marga kafla í Markus og Guðspjalli. Ég veit að fólki finnst þetta kannski frekar fyndið, en þetta var æðislegt. Og við vorum öll að fíla þetta og við fengum öll mismunandi út úr hlutunum. Svo vorum við að ræða orðið og það bara kviknaði eitthvað líf við það. Og mér langar til þess að hvetja ykkur líka bara gagnvart börnunum ykkar. Ef þið eigi börn, hlustið á orðið með börnunum ykkar.
Ekki vera smeyk við að leyfið orðinu út af því að það lifandi, það kröftugt, það beittara hverju tvíeggjuðu sverði, það getur bæði klift burtu og það getur líka grætt. Þetta magnað. Og það getur gefið sigur með einhverjum furðulegum hætti inn í alls konar kringumstæður. Þannig ég vil bara hvetja ykkur, prófiði orð Guðs, gerum það. Mér langar að taka dæmi af Davíð konung. Það svo gott að taka dæmi af honum. Drottinn var búinn að ákveða það að hann yrði konungur yfir Ísrael. Við þekkjum það. En það þurfti að líða langur tími og þvílíkt og annað eins sem að Davíð gekk í gegnum til þess að komast á þann stað að vera tilbúin fyrir konungdóminn. Því að vinir, í okkur býr ego. Það býr alls konar sem ekki Guði þóknalegt. Og í gegnum alla svona erfiða reynslur hef ég tekið eftir í mínu lífi, þá hefur egoið mitt dáið. Það ekki alveg dáið. Það bara töluvert mikið dáið. Og ég hef sagt þetta áður. Ég meina, ég og Alli værum ekki sennilega gift í dag, nema út af því ég þurfti að breytast. Og Alli náttúrulega líka, en ég þurfti að breytast töluvert meir en Alli. Það bara þannig. Nei, í alvörunni, krakkar. Við verðum að láta kringumstæðurnar fara okkur nær Guði og fara nær hvort öðru í staðinn fyrir að, við erum bara búin að vaxa í sundur. Vaxa í sundur hvað? Vaxið þá bara saman. Ég að segja ykkur það þannig. Og við þurfum að leyfa Guði að eiga við þá hluti í hjarta okkar sem að vilja ekki, sem að reiki sér upp gegn þekkingun á Guði. Og það það sem Davíð gerði. Hann var nefnilega svo frábær í því að leyfa Guði að tala til sín. Í gegnum allt, þá var hann alltaf þessi hjartarhreini. Og á ég að segja ykkur einn leyndardóm. Stærsti hlutur á sálmunum skrifaði Davíð fyrir konungdóminn. Hugsið ykkur það. Hugsið ykkur lofgjörna sem að Guð gaf í hjartans í gegnum erfiða reynslu. Þetta nefnilega svolítið powerful. Þetta nefnilega svolítið wow. Vitið það, Guð nefnilega býr til lofgjör í hjarta okkar sem alveg uník í gegnum erfiða reynslur. Og ef við lærum að heyra röddu Guðs og segja bara, ok, Drottinn, hvað ert þú að kenna mér í þessari reynslu? Og ef við þurfum að gefa honum dýrðina í gegnum alla hluti, vinir, kringumstæðurnar breytast ekkert endilega, við breytumst. Og það það sem að Guð vill gefa okkur. Hann vill að við breytumst. Hann vill að við verðum bær til þess að bera uppi þá blessun sem hann hefur fyrir okkur. Og það ekkert sorglegra heldur en að sjá fólk ár eftir ár, hlustandi á predikanir, blessað orð Guðs og taka út engan vöxt. Það á ekki að vera þannig, vinir. Við eigum að breytast. Við eigum að vökva jörðina og vera tilbúin fyrir það orð sem að Guð vill kenna okkur. Því hann vill gefa okkur lofgjörð í gegnum þessa reynslu. Hann vill gefa okkur nýjan sálm í gegnum þessa reynslu. Nýtt lag. Halleluja. Það málið. Halleluja. Já, þetta magna. Þetta bara nokkuð góð predikun. Úps, egoið þarna aftur. Ég að grínast. Já, ég meina, við getum ekki verið alveg dáin í egoinu. Það þarf að vera eitthvað. Segir svona. Eitt sálmur sem ég langar til að fara inn í hérna í dag, sem að mér hefst ótrúlega blessa og kannski útskýri svolítið það sem ég að segja. Það sem orð Guðs að segja. Og það hérna í sálmi 1 og það svoleiðis. Sæll sá sem eigi fyrir að ráðum óguðlegra. Eigi gengur götu syndarna og eigi situr meðal þeirra sem hafa Guð að háði. Það eiginlega þýðingin sem ég vil undirstrika. Við vorum í bíl einu sinni. Ég, Jóhanna, Alli og fleiri. Og það var aðil í bílnum sem hafði Guð að háði. Not in my car. Þetta ekki boði. Við búum, vitið það, við búum á tímum þar sem að allt haft að háði. Nei, ég gerði það reyndar ekki.
Ótrúlega kristilegt. Opna hurðina og ýta honum út. Drottinn blessi þig. Já, akkurat. Mér finnst þið ekki vera beint í andanum. Allavega, ég gerði það nú ekki. En ég sneri mig við og ég sagði, herði vinur, trúin mín og trúin okkar, þetta er ekki hobby. Ég líka bara, það kom yfir mig bara svona, og það ég er venjulega bara frekar líi glað. Og ég bara, þú veist, brosa og veifa. Ég er svolítið þar. Nema þegar fólk þeirri við striki gagnvart Guði mínum. Ég sit ekki þegjandi undir því. Og ég sagði bara við hann, þetta er ekki hobby. Þetta er líf okkar. Þetta er tilgangur lífs okkar. Þetta er grunnurinn fyrir allt annað í lífinu. Þetta kemur ekki til greina. Og ég let viðkomandi bara heyra það. Og við gerðum það öll. En við gerðum það í kærleika. Við höfum ekki heyrt hjá henni síðan. Ég er að grínast. Við heyrðum alveg í honum eftir þetta. Nei, vitið það. Nú þetta komið út í eitthvað rugl, þessi predikun. Nei, vitið það, ég ætla að reynda að breyta þessu. Hann tók þessu bara nokkuð vel. Hann tók þessu bara vel. Ég held að hann hafi virta að ég svaraði honum. Og ég var ekkert, veist, það var engin meðvirkni þarna. Ég bara svaraði honum. Og ég sagði bara, herðu, fyrirgefðu, við getum rætt alls konar hluti, en þú ræðir ekki guðleg mál með þessum hætti. Og ég var alveg þarna. Var það ekki, Jóhanna? Var ég ekki bara mjög? Jóhanna var hrædd. Það reynda rosalega lítið til þess að gera Jóhannu hrædda. Herðu, við ætlum að halda áfram með predikunina. Vitið það, hann má hlæja á samkomum. Það bara er nauðsynlegt. Allavega. Hann situr ekki með þeirra sem hafa Guð að hafa því. Það er bara ekki gera það, vinir. Ekki gefa neitt afslátt á því. Ekki gera það. Situr ekki með þeim sem hafa Guð að hafa því. Heldur hugleiðir að hann hefur yndi af leiðsögn drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Svo kemur þetta sem ég vil kannski sérstaklega benda á. Hann er sem tré, gróður sett hjá lindum. Og vinir, þetta er aftur bara lykilatriði. Ef við ætlum að bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt, þá þurfum við að vera með góða jörð. Þá þurfum við að vera með tréð okkar hjá lindum, ekki satt. Og hver er lindin? Það er bara drottinn Jesús, það er bara Guð. Við þurfum að vera í honum. Við þurfum að nærast á honum, við þurfum að biðja til hans, við þurfum að tala við hann. Og það þarf ekki að vera hérna, drottinn, Guð, ég hef tilbyð. Ekkert svona, þú þarft ekki að setja þig í neina stellingar. Heldur bara að eiga samskipti við hann, hjarta til hjarta. Og við höldum áfram. Það ber ávöxun á réttum tíma. Og reyndastandur í öðru versi, jafnvel í þurrka tíð, þá lætur það ekki af að bera ávöxt. Því að þegar við erum í honum, þá erum við bara hreinlega í öðru hagkerfi. Við bara virkum öðruvísi og það á að vera þannig. Amen. Halleluja. Allt sem hann gerir, lánast honum. Óguðlegir farnast á annan veg, þeir hrekja sem hismi frá stormi. Því hvorki standast óguðlegir fyrir dómi, né syndarar í söfnuði réttláta. Drottinn vakir yfir vegi réttláta, en vegur óguðlegra endar í vegleysu. Og mér er svolítið áhugavert, óguðlegir farnast á annan veg, þeir hrekjast sem hismi í stormi. Þannig að kemur alltaf í ljós í storminum hvað þú átt. Og vinir, hvað áttu? Hvað á ég? Akkurat, við eigum Jesú. Og það sem að mér er svo dásamlegt, vinir, að hér inni er fólk með góða jörð sem að er búin að taka ákvörðun að planta sér hjá lindinni. Og það er alltaf að bera ávöxt. Það ber ávöxt á réttum tíma og blöð þess bara visna ekki. Þau bara visna ekki, þau eru bara sígræn. Jafnvel í þurrka tíð,
þá láta þeir ekki af að bera ávöxt. Og vinir, það snýst það að vera undir blessun Guðs. Og það þýðir í öllum kringumstæðum að leyfa Guð að framkalla þessa lofgjörð í hjartanu. Að við séum alltaf lofsöngu frammi fyrir honum. Að við leyfum kringumstæði lífsins að taka af okkur það sem að þarf að taka af. Og vinir, I have news for you. Það þarf að taka eitthvað hjá öllum. Munið eftir fórninni sem var sett á altarið. Fórnin var sett á altarið og það sem var gert, það var kveikt í fórninni. Og eða Guð kveikt í fórninni, var það ekki þannig? Akkurat. Það er aðeins að rifja þetta upp. Ég er svo gleymin þessa dana. Allavega. Það sem að gerist þegar kveikt í fórninni er að hún breytir form. Og Biblían kennir okkur, hún fer úr því að vera fórn og yfir í það að vera aska. Biblían kennir okkur að í þessu ferli, þegar við leyfum Guð að vinna í okkur, þegar við erum sem fórn og altari hans, þá breytum við efni, við breytum form. Og vinir, það er svo guðlegt að breytum form. Og Biblían talar hann gefur okkur fegurð í stað ösku. Við fáum fegurðina þegar við breytumst í ösku. Við fáum fegurðina, þessa guðlegu fegurð, þessi innri fegurð, þegar við leyfum Guði að eiga við okkur. Og vinir, í staðinn fyrir að barma okkur, af hverju ekki hlutirnir að ganga upp fyrir mig? Hugsa þetta öðruvísi. Hvað er Guð að búa mig undir? Spennandi. Af hverju treystir Guð mig fyrir þessum kringumstæðum? Bara annar vinkill á sömu kringumstæði getur bara breytt hugsuninni algjörlega. Vinir, við fáum öll verkefni. Við fáum öll verkefni. Í staðinn fyrir að barma okkur yfir verkefninu, lyftum höndin til Drottins og þökkum honum fyrir þá vegferð sem hann er með okkur á, því hann þráir að þú berir ríkulegan ávöxt. Halleluja. Má ég heyra amen? Halleluja. Langar að koma með eitt dæmi að lokum, varðandi svona ótímabæra blessun. Þið muni eftir týndasinnum. Hann bað pappa sinn arfinn sinn. Pappans var ekki eins og dáinn. Það er svolítið skrítið að biðja arfinn sinn löngu fyrir tíman. Ekki það, hann átti alveg arfinn. Hann átti eftir að fá hann bara ótímabær. Og það sem að gerist, vinir, þegar við biðjum hluti fyrirfram og við erum ekki tilbúin fyrir það, að þá gerist eins og gerist með aðilann í þessari sögu, hann hverfi burt frá pappa sinn. Það sem að Guð þráir þegar hann setur okkur í kringumstæður til þess að undirbúa okkur fyrir þá blessun, fyrir þann arf sem hann hefur fyrir okkur, er einmitt þetta að draga okkur nær hjarta sínu. Og þarna í þessari sögu að þá fer týndi sonurinn, hann fer burt. Og við þekkjum söguna, hann var eins og þeir sem að vinna stundum í lottó. Hann var alveg gjaldþrota og endar þarna hjá svínunum, borðandi svínadraf. Og er það ekki oft þannig að þegar við erum ekki tilbúin fyrir eitthvað sem að Guð hefur fyrir okkur og ef við erum ekki undir það búin, þá er það ekki blessun. En það sem að minnst líka svo stórkostlegt í sögunni að þegar hann kom til sjálfsins, pabbi nefnilega beið eftir honum og vitið það Guð okkar á himnum er þannig að hann bíður eftir okkur. Hann leitar eftir því að þú komir til hans. Hann þráir samfélag við þig. Og hann er þessi lind, ég get bara ímyndað mér, hann er alltaf bara, komdu bara til mín, leyfðu mér að næra þig. Og vinir í dag, í staðinn fyrir að vera einhvern veginn í einhverju stresskasti eins og ég verð stundum svolítið stressuð, reyndar aðeins búin að lagast þar, sem betur fer, það þurft að lagast. Þá er ég stundum að kæfa þá orð sem að við erum búin að gefa út að ég bara, að stendur hérna. Við getum með streitu, með þannig viðhorf til lífsins, kæft orðið sem að Guð hefur fyrir okkur. Og ég vil ekki vera þessi manneski heldur. Ég veit ekki hversu oft og hversu lengi með til dæmis kveið fyrir því að koma upp og predika orðið.
Og reyndar talað að það bara flestir kjósa helst að deyja, frekar heldur en að vera með public speaking. Það er ofar á listanum heldur yfir það að deyja, getið ímyndið ykkur. Og þú veist, Guð þurft að eiga við þetta í mínu hjarta. Og vinir, þegar Guð að eiga við hluti í hjarta okkar, hörfum ekki tilbaka, hörfum til hans, förum til hans, leifum honum að eiga við óöryggið í hjarta okkar, eiga við það sem að þarf að eiga við í hjarta okkar. Og þetta snýst ekkit neina, þú veist, að vera eitthvað snillingur í okkur, þetta snýst að gera vilja Guðs. Og vinni, kirkja núna í dag þarf að hætta að hugsa hlutina of mikið, hún þarf bara að stíga fram. Og hvernig stígum við fram? Með því að sitja við fætur drottins, með því að leyfa honum að kenna okkur, með því að upplifa kærleikans og taka við augunans. Því að blessun eru vogaskálar. Það er upphefð en það er líka auðmýkt. Tökum við öllu því sem að Guð fyrir okkur í dag. Má ég heyra með? Haldið þetta muni sitja eftir. Ég var að taka próf næstu viku. Nei, það verður engin næsta sunnudag. Akkurat. Þolir engin próf. En aftur, veitir það, ég bara finna að Guð að gera eitthvað alveg stórkostlegt. Það er eitthvað nýtt í farvatninu, ég bara finna. Og þess vegna kannski hef ég verið að upplifa svo mikla mótstöðu. En líka í því, þá hef ég hugsað í vikunum, vá, Drottinn, hvað er þetta að gera? Af hverju er svona mikil mótstaða? Því meiri sannleikur, því meiri mótstaða. Það helst í hendur. Þannig að leyfum Guði að eiga við það sem að þarf að eiga við í líf okkar. Gefumst honum bara. Leyfum honum bara að vinna. Halleluja. Ég var rísa fætur. Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.